Fjárfestingaáætlanir Hwangs Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum uppfylla öll skilyrði laga að mati nefndar stjórnvalda nýfjárfestingar. Nefndin leggur til að stjórnvöld geri fjárfestingasamning við Hwang. Nefnd stjórnvalda nýfjárfestingar leggur til við stjórnvöld að þau geri fjárfestingasamning við Hwang Nubo ferðaþjónustuverkefni á Grímsstöðum á Fjöllum. Bæjarstjóri Norðurþings og talsmaður Hwangs segir sér ekkert af vanbúnaði og vilja opna hótel árið 2016. Hugmyndin að sveitarfélög á Norður- og Austurlandi kaupi rúm 70% Grímsstaðarjarðarinnar og leigi til Hwang Nubo. Iðnaðarráðherra kynnti ríkisstjórninni í morgun jákvæða umsögn nefndarinnar sem fjallaði málið. Nefndin mat fyrirætlanir Hwangs með tilliti til laga sem stjórnvöld settu árið 2010 og heimila að gefin sé undanþága frá ýmsum hindrandi lagaákvæðum, svo sem að 4/5 hlutar hlutafjárs félagsins séu í eigu Íslendinga, meiri hluti stjórnar sé íslenskur og að stjórnendur séu íslenskir ríkisborgarar. Einnig þar heimild til að gefa afslátt af ýmsum gjöldum og trygging gegn hækkun skatta. Þetta svo til tilbúið að flestu leyti, þó ekki öllu, en það sem við höfum náttúrulega verið að bíða eftir undanfarið það að hvort að þessi fjárfestingarsamningur hann myndi ganga í gegn og það við höfum þá heimild til þess að leigja landi til nokkra áratuga sem virðist vera raunin og þá getur verkefni orðið að veruleika takist þeir samningar sem eftir eru. Fjárfestingasamningurinn í sjálfu sér ekki tilbúinn. Nefndin nýfjárfestingar hefur hins vegar sagt að stjórnvöldum sé heimilt að gera hann og lagt til að það veri gert. Ráðherra líst vel á málið en segir nokkra vinnu eftir. Sjálfur líst mér ágætlega á það en auðvitað þurfum við að skoða hvernig leigusamningurinn verður uppbyggður og hvaða skilyrði þar eru sett og síðan verðum við auðvitað að fara yfir umhverfismálin og skipulagsmálin í því samhengi. Ef áform Hwangs ná fram að ganga verður fjárfest fyrir 100 milljónir evra eða 16,5 milljarð rúman. Hwang sagði við kínverskan fjölmiðil í dag að hann teldi líklegt að málið gengi í gegn enda væri það ekki lengur á borði Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra. Einnig að hann vonaðist til að geta leigt landið í 99 ár en ekki 40.